Velkomin í viðtal, Anton Logi, Blika TV. Takk fyrir það. Fyrst vil ég spyrja því, ertu búinn að vera bara í sóli en dag? Þú ert bara helt hanaður eftir daginn? Já, nei, ég verð alltaf svona brútt sko, þannig að það er ekkert sérstaklega búið að vera mikið út í sólinn í dag sko, bara alltaf dagana. Bara mikið sko. Nú ert þú búinn að vera mikið í meiðslum undanfarið árinu og bara mjög gaman að sjá þig aftur á vellinum á fullri ferð. Hvernig er skrokkurinn núna? Skrokkurinn er bara mjög góður sko. Ég hef ekki verið að finna fyrir bara neinu meiðslum bara síðan í seinasta sumar eftir ég fór í aðgerðina á kviðslitinu og það hefur bara ekki verið neitt sem hefur verið að hrjá mig bara senastu 6-7 mánuði sko, sem er bara mjög jákvætt sko. Fyrsta skipti sem maður spila kannski alveg verkjalaus í dálítið langan tíma. Það er frábært að heyra. Nú ertu búinn að byrja báða leikina hérna úti og staðið bara mjög vel. Hvernig hefur þið liðið á vellinum og hvernig finnst þér þessi leikir hafa verið? Þessi leikir hafa náttúrulega bara verið mjög góðir á mjög ólíkan hátt sko. Ég meina við náttúrulega Brentford leikurinn er bara mjög heilsteyptur og við náum bara svona góðan takti, kannski eftir pínu erfiðan janúarmánuð og síðan er Midtjylland leikurinn bara mjög góður skóli. Ég meina við spilum á móti liði, frábær fótboltaliði sem spilar bara á allt öðru tempó heldur en við spilum, sérstaklega eins og í fyrri hálfleik. En svo einhvern veginn náum við að venjast tempónu og komast inn í leikinn og sýna að við getum alveg keppt við þessi lið. Nú ertu búinn að, síðasta ári eða síðasta sumar varstu á láni hjá Aftureldingu. Hvernig var sá tími? Sá tími er bara mjög góður. Ég held að það var bara nokkuð góð ákvörðun að hafa farið og spila í Lengjudeildinni, fengið leiki og bara spila fullan fótbolta og verið bara að spila alla leiki week in week out og það verið bara mjög skemmtilegu tími sko. Mjög gaman að vera í Aftureldingu og bara stórt hrós á Aftureldingu sko. En hver eru svona markmið fyrir sumarið? Markmiðin fyrir sumar er náttúrulega bara að vinna sér inn alltaf fleiri og fleiri mínútur í Blika-liðinu. Ég meina þetta er hörkulið, við erum með frábæri fótboltaleikmenn og það er bara mjög erfitt að komast í þetta lið, þannig að maður þarf bara að standa sig vel í æfingum og nýta vel allar mínútur sem maður fær í leikjum til þess að eiga séns á að fá einhverja spilmyndir í sumar. Nú varstu erlendis og hefur fengið smjörþeginn af því, fórst til Spal á sínum tíma, en varst náttúrulega bara mjög óheppinn með meiðsli eins og áður sagði. Eru þannig markmið upp á borðinu að fara aftur út? Já, ég hugsa að maður langi alltaf að afreka eitthvað meira í þessu en núna kannski bara byrja á því að reyna að fá mínútur í Blika-liðinu og fá kannski alltaf fleiri mínútur þar og svo getur maður bara að sé hverju það skilur manni seinna. Frábært, takk fyrir og gangið vel. Takk fyrir.